Já, góðan daginn og verið velkomin í Akraneshöllina á leik Kára og Fylkis í 32-lega úrslit í Mjólkurbikar karla. Ég heiti Auðun Ingi og með mér í dag er Hilmar Halldórsson. Blessaður Hilmar. Blessaður. Hvað segir í dag? Bara mjög gott. Hvernig leggst þessi leikur í þig? Mjög vel. Já. Káramenn hafa nefnilega komið með alvöru leiki þegar að svona stærri liði mæta hérna í höllina í gegnum tíðina og ég trúi ekki öðru en að það veri ekki upp á annað trúi ekki öðru en að það gerist ekki í dag. Já. Eins og þú segir að hafa verið svona lið í efri deildum hafa verið að mæta á og fólk mann kannski eftir þegar að Víkingur Reykjavík kom og unnu Kára 4-3 eftir framlengingu. Já. Káramenn stóðu einnig í KR-ingum 2-1 og svo var það Þórsarar sem að þurftu að fara allavega í vítaspyrnukeppni. Já. Unnu þar líka. En það hefur alltaf verið mikið spenna í þessum bikarleikum hjá Káramönnum þegar að svona, hvað maður að segja, stærri lið hafa mætt og Fylkismenn hafa nú tvisvar unnið þennan bikar. Það er nú komin 25 og 24 ár síðan. Já. Þannig að þeir eiga svolítið í það, en það eru nú einn bikarmeistari í hóp í dag hjá Fylkismönnum. Halldór Jón Sigurður Þórðarsson var það með Víkingur Reykjavík á móti í reyndar. Já. Þegar við fórum þangað. En Káramenn þeir hafa verið á, hvað maður að segja, verið fljúgandi í vetur. Heldur betur. Hafa ekki tapað leik, ekki keppnisleik allavega. Nei. Þeir voru í æfingaferð í síðustu viku og komið heim í vikunni. Já. Það sem að bara leit vel út og þetta hópnum saman fyrir komandi tímabil í annar deildinni. En þeir eru að spila á svo aftur á mánudaginn undanúrslitaleik í Lengjubikarnum. Já. Þannig að það er nóg að gerast hjá Káramönnum og þannig að deildin byrjar. En Fylkismenn eru í fyrstu deild og Káramenn í annar deild, þannig að það er bara ein deild á milli þeirra í ár. Fylkismenn fjallu úr bestu deildinni í fyrra og halda svona flestu af sínum bestu leikmönnum frá því, eða ekki? Jú, ég myndi segja það. Þeir eru bara með nokkuð sterkt lið, myndi ég segja. Jú. Alltaf að stilla upp sterku liði hér í dag og ætla sig greinlega í næstu. Kíkja á liðin. Já. Byrjum á byrjunarliði gestana. Í markinu nr. 1 Ólafur Kristófer Helgason, nr. 2 Ásgeir Eyþórsson, nr. 5 Orri Sveinn Segata, nr. 8 á fyrirliði Ragnar Bragi Sveinsson, nr. 9 Eyþór Aron Völer, þekkir höllina ágætlega vel, spilaði með Skagamönnum hérna tíma, nr. 11 Pablo Aguilera Simón, nr. 14 Theodor Ingi Óskarsson, nr. 16 Emil Ásmundsson, nr. 17 Birkir Eyþórsson, nr. 19 Arnar Númi Gíslason og nr. 70 Guðmundur Tryggvason sem að spilaði einnig með Skagamönnum. Já. Á bekknum hjá Fylkismönnum í dag er varmarmaður Hilmar Þór Kjarnesteinn Helgason, nr. 3 Arnór Birgir Ástórsson, nr. 10 Benedikt Daríus Garðarsson, nr. 13 Guðmar Gauti Sævarsson, nr. 22 Þórður Ingi Ingimundarson, nr. 25 Þorkell Víkingsson, nr. 80 Halldór Jón Sigurður Þórðarsson. Þjálfarar Fylkismanna eru Árni Freyr Guðnason sem Martin Theodórsson spilaði undir í fyrra hjá Íringum og Kristoffer Sigurgeirsson og aðstoðarþjálfarar eru Daði Ólafsson og Björn Metúsalem Aðalsteinsson. Hörgulið hjá Fylkismönnum. Já, heldur betur. Þetta er svona, hvað maður að segja, fyrsti alvöru leikur í undirbúning kannski hjá þeim fyrir komandi tímabil í Lengjudeildinni. Já, þeim gekk líka mjög vel í Lengjubikarnum. Þeir fóru allavega í úrslit þar, töpuðu á móti Val 3-2 í hörkuleik. Já. Þannig að undirbúningstímabilið á þeim hefur verið bara mjög flott, myndi ég segja, og það er mjög gott að fá svona alvöru leik fyrir mótið. Þá kíkjum við á liðið Káramanna. Það er bara býsna óbreytt frá því síðustu leikjum. Í markinu nr. 12 Kristján Hjörvar Sigurkarlsson, svo koma Benjamin Mehits, nr. 2 Óskar Vasileski, nr. 3, nr. 4 Tómas Týr Tómasson, nr. 5 Gísli Fannar Ottesen, nr. 8 Marno Hilmar Ásgeirsson, nr. 9 Matthías Daði Gunnarsson, nr. 15 á fylliði Sigurjón Logi Bergþórsson, nr. 17 Máni Berg Erlertsson, nr. 22 Sveinn Svavar Hallgrímsson og nr. 29 Þór Lorentz Þórðarsson sem að skoraði nú ansi flott mark hérna í síðasta leik.
Og á bekknum hjá Káramönnum í dag er varmarkmaðurinn Kasper Úlfarsson. Aðrir leikmenn eru Mikael Hrafn Helgason, Hector Bergmann, Börkur Bernhard, Martin Theodorsson, Kolbeinn Tumi Sveinsson og Kristján Mar Marnason. Og þríeiki er henni tvíeiki í dag. Það er Andri Júliusson og Alexander Aron Davarsson eru þjálfarar og Aron Ímir er út á Spáni með þriðaflokk sem að gera lítið fyrir og unnu mótið sem það voru að keppa. Enni titillinn hjá Sigga Jóns og félögum. Heldur betur. Það er bara sterkast að liða á Káramönnum eiginlega. Það vantar kannski bara Fimbo Lagsdal sem er meiddur. Já, ég myndi segja að hann væri mjög líklega að starta þennan leik. Annars hafa Káramenn mikið verið að rótera byrjunarliðinu í vetur og það eru margir sem að gera tilkallandi í byrjunarliði. Já. Þannig sem er á bekknum sko. Já, dómarinn er í dag. Það eru aðaldómari Gunnar Oddur Hafliðason og honum til aðstofar eru Sveinn Ingi Sigurðsson Vóge og Kristoffer Bergmann. En leikmenn fara að koma hérna inn eftir smá stund. Við hefum verið að sjá Káramenn spila í vetur svolítið, hvað maður að segja, flæðandi leikkerfi ef maður segja það. Þetta hefur kannski verið, Káramenn hafa nú oftast verið að spila 4-3-3 gegnum tíðina en hafa verið að spila 3-4-3, eitthvað svoleiðis. Já, það er hægt að kalla þetta mörg kerfi sko. 3-2-4-1, bara 3-4-2-3-1, það er hægt að kalla þetta mikið. Þetta er mjög flæðandi kerfi og það er erfitt að spila á mótið. Með Kárin er að ná smá kontról á boltanum á leiknum, þá er erfitt að mæta þeim og það verður gaman að sjá hvernig fylkismenn ætla að mæta þeim í dag. Já, heldur betur. Því að maður veit að Káramenn ætla bara í hennar leik, bara í hennar leik með að vinna hann sko, það er ekkert verið að fara að bakka neitt held ég. Nei. En við sjáum hérna dómarar og leikmenn að labba inn á völlinn, labba núna út úr nýju vallarhúsi. Heyrist ekkert það. Já. Það er verið að lesa upp liðin hérna. Það er góð mæting í stúkuna. Einhver mætir. Jæja, þá búið að lesa upp liðin fyrir stúkuna. Já. Marno Hilmar, hann hefur verið að spila svolítið á miðjunni. Já. En við svona ætlum að spá fyrir því að hann verði frammi í dag. Já, það er annarkvort hann eða Matti sem verða frammi með Sigurjón. Já, Marno hefur verið að spila svolítið á miðjunni í vetur og svolítið síðasta sumar líka. Ég hef náttúrulega verið frammi hér í Kára bara síðustu ár. Já. Má segja. Unglið hjá Káramönnum. Já. En samt alveg þannig sé reynslu mikið svona í neðardeildunum. Já, við erum með reynslu í Þór Lórans, Óskari, Sigurjón Loga og Benna. Svo er þetta bara ungir og sprækir strákar sem eiga allt í eina leik. Jú. Algjörlega. Gestirnir byrja með boltan í dag í
flottum treyjum, verður að segja. Já, Varabúningar. mjög. Káramenn ennþá bíðt sínum treyjum. Já, það hlýtur nú að fara að koma fyrir Já. þetta tímabil. Ég held þær sé á leiðinni. Húsið er að fyllast. Stúkan er Já, að það vera er full. Þetta er skemmtilegt. Já. Marno Hilmar er að reyma skóna. Hann lætur bíða eftir sér. Svona. Jæja, þá fer leikurinn af stað. 32 gælu úrslit í Mjólkurbikarnum. Mjólkurbikar kalla. Fylkismenn byrja bara að setja hann út af. Káramenn mænda bara eins og alltaf bara í hörkupressu. Sveinn. Marno. Ásgeir. Úrri með langan. Og Theodór. Theodór Ingi Óskarsson, það er uppalinn fylkismaður. Já, Gísli gerir vel. Kristján spila stutt á Óskar. Ég ætla bara að spila hann út frá marki. Innkast sem að Káramenn eiga. Það vantar boltasveikir hérna. Sveinn. Marno fellur eftir þetta. Orri Sveinn. Birkir. Theodór missar hann út af. Gísli setur pressa á hann. Káramenn ná ekki að halda vel í hann núna. Bolti Máni í barðunni. Gerir vel. Óskar. Marno tekur hann niður en missir hann. Nú koma fylkismenn. Óskar. Gerir vel. Tómas. Slögsending. Haldi. Nei, jú. Nú segir Gunnar Oddur. Óskar ætlar að taka hann. Skipta yfir. Skrítinsendingan. Virkar. Gengur upp. Kristján finnur bara Mána. Benni stígur hann upp á miðuna. Sýrún Logi fær hann. Hann fer að stað. Þetta Þór. Máni. Káramenn halda boltanum vel. Góð skipting hjá Tómasi. Út á Svein. Óskar. Tómas. Káramenn halda boltanum. Gísli Fannar. Það gerir Óskar, það sé hlaupi, Sýrún Logi. Aðeins svo langur. Innpæling. Ólafur. Setur hann upp á Eyþór Völer sem er sterkur í loftinu.
Eyþór fer í skotið, beint á Kristján. Kristján sparkar hann fram. Matthías á ekki mikið í þessa stóru turnaðana hjá Fylkismönnum. Nei, það frekar helst að með á Sigurjón Loga. Já. Þetta Ásgeir. Og Ólafur út á Ásgeir. Inn á miðuna Máni. Guðmundur Tyrfings kemur en Óskar gerir vel. Gert hjá Gísla en slöggsendingarna og þá koma Fylkismenn. Theodór fer í skotið eftir að Gísli Maran og Hilmar skallan í burtu. Það var Arnar Númi, Ragnar Bragi, Eyþór. Þarna Ingi Rangur. Ingi Rangstad en Karamenn koma í burtu. Á móti Gunnar Kári á mánudaginn í undanúrslitunum. Já. Veistu það? Á móti Víði Garði. Í höllinni eða? Í höllinni. Í höllinni. Og koma Fylkismenn, Arnar Númi, Marino eldir hann. Bolti fyrir, góð sending. Benjamin Mehic gerir vel hana. Sjáum þetta aftur. Arnar Númi með góðan kross. Hættulegur inn í svæðið hana. Pablo Aguilera Simón stendur hann yfir boltanum. Boltin fyrir. Fylkismenn 2 hérna, skallan saman. Var þetta Guðmundur Tyrfings? Já. Og Orri Sveinn. Þetta eiginlega dauða færi bara. Það enginn í þeim. Orri Sveinn skallar hann eiginlega í burtu fyrir Káramenn hana. Já, þetta var voðalega einfalt. Káramenn spila stutt. Nei. Boltinn á hreyfingu. Segir Gunnar Oddur. Taka þetta aftur. Það voru að Gísli. Settir hann bara langan upp á Marino Hilmar. Arnar Númi á Pablo. Marino brýtur á honum. Hann heldur honum á brot. Pablo upp á Eyþór. Sendur hann niður á Orra. Guðmundur. Brotið á honum. Er þetta ekki fyrsta skipti í sögunni sem að þessi lið að mætast? Jú, fyrsta skipti sem að Kári og Fylkir mætast í allavega í keppnisleik. Já. Mjög ólíklegt svo sem að þeir hafa mætt í æfingarleik. Já, ég man allavega ekki eftir því. Nei. Bolti í gegn. Gísli. Það er ekki Fer upp í. Pablo. Potar honum á Eyþór Völer. Út á Arnar Núma. Bolti fyrir. Góður kross. Hættulegur bolti en Vá. Guðmundur, nei þetta var Theodór. Hann er ekki að hitta hann hana. Númi er búinn að koma með 2 mjög hættulega krossa hérna. Já. Þetta er bara dauða færi. Já. Hann ætlaði svo sannlega að hitta hann hana. Já. Nú ætlar hann Kristján að sparka honum fram. Boltinn
Hann að reyna að finna Sigrún Loga en Ásgeir gerir þetta vel. Pablo. Ragnar Bragi og Guðmund. Sveinn gerir vel. Tómas. Sigrún Logi og Tómas. Slögg sendingarna. Orri upp á Eyþór. Óskar gerir vel. Truflar hana. Marnó á Mána. Tómas spila vel hana. Máni Berg fyrir skotið. Fín tilraun en Ólafur er nú alltaf með þetta. Ásgeir klárar með að koma pressuna. Eyþór Völler setur hann niður, hann enginn þar. Þór reynir að fara fram hjá Virki en gekk ekki. Þá koma fylkismenn. Ragnar Bragi. Gísli Fannar gerir vel hana. Þór Lorenz. Benni og Óskar. Marnó með Emil Ásmund til bakinn hana. Það virkar. Virkaði. Út á Þór. Máni Berg. Þór með skiptinguna, þá hagnaðar hana. Sveinn Svavar missir hann. Pablo upp á Guðmund Tyrfings lágkoma. Fylkismenn, hann er nú eldsnöggur. Óskar gerir vel. Kemur hann í burtu. Sveinn Svavar heldur honum inn á. Hann er bara inni. Nei. Búið út á hana. Ekkert, bara tiltal. Arnar hittir hann ekki og þá kemur Mattias. Nei. Orri út á Pablo. Tekur hann niður hana. Fylkismenn halda honum. Karmen vinnan. Brot. Máni ekki sammála. Nei. Þetta er rólegar hérna fyrstu mínúturnar. Emil Ásmund skiptir yfir. Góð staðsending á Gísla. Þór Lorenz búinn að vera lítið í boltanum og missir hann hana. Kemur Birgir. Máni sækir að honum. Skilur hann eftir en Máni gerir vel. Þór sér Mattias. Mattias nær honum, já. Sigrún Logi með honum. Nei. Erfið sending hana. En fín pæling svo sem. Það voru að Ragnar Bragi. Ásgeir. Fylkismenn haldur hann bara. Birgir setur hann í gegn á Emil. Emil Ásmundsson setur hann fyrir. Það voru að Benni hana. Vel staðsettur. Ragnar út á Arnar. Árbæingarnir er búin að vera tölvöld meira með boltan upp á leiks. Já.
það getur verið erfitt að verjast svona ef ætla að verjast alla leikinn. Já, það getur verið það. Káramann líka í vetur hafa bara verið að stjórna leikinn frá A til Ö, þannig að þetta er líka bara fínt test fyrir þá að Það er að vinna boltan Máni Berg. Hvað gerir Máni? Máni fer sendir hann í gegn á Síron Loga, hann er klárlega rangstæður. Já, var það ekki? Hann Var var hann lengi ekki að aðeins þessu. Jú, sjáum þetta aftur. Slök sendingarna hjá Orra. Þetta. Máni. Já. Þetta hvað? Þetta var rétt hjá þeim held ég. Þetta var rétt hjá aðstofdómarum hann að AT2. Sveinn vinnur hann, gerir vel, Marna Hilmar snýr. Sveinn með hann aftur, svo fyrst sending. Arnar með engastið á Emil, fær hann aftur. Pablo, þeir leysa vel úr þessu, Fylkismenn. Birgir setur hann í gegn en Gísli Fannar gerir mjög vel. Óskar áfram á Síron Loga en Ragnar Bragi kemst inn í sendinguna. Bolti í gegn, beint á Benjamin Mihic. Marno, Mattias, það er ekki að taka niður en Káramann haldarum. Nú þurfum við að halda hann síðan. Já. Máni snýr. Mattias með. Máni. Flott skipting út á Þór. Við viljum fá Þór Lórens aðeins meir í boltan hérna. Þór. Kemur á Tómas og Tómas niður á Gísla. Óskar aðeins og fyrst sendingarna. Sveinn er ekki svona snöggur. Þó hann sé snöggur. Já. Orri. Guðmundur. Benni vinnur hana. Fylkismenn spila vel hana. Það var að Theodor. Gísli stendur bara, gerir vel. Við verðum að halda betur í hann, Káramann. Já. Kristján gerir vel. Marno Hilmar. Óskar, fyrst sending á Mattias. Sem hann er honum ekki. Pablo, alvöru skrokkur úr Akademíu Elsi á Spáni. Þetta er fyrsta sísoni hans á Íslandi, hann er nýkominn held hann hafa bara hitt á æfingarferðinni. Tómas Týr Tómasson ekki sátt fyrir hana. Nei. Lét hann heyra það? Já. Óþarri, segi ég. Já, svona er þetta. Já. Fylkismenn halda boltanum. Tómas eitthvað pirraður hana inn á vellinum. Já. Benjamin Guðmundur Tyrming vinnur hennan en Gísli Fannar nær setja boltanum og beint upp í loft. Loksins nær hann að setja hann upp í. Hann reynaði núna þrisvar. Já, og þá sjáum við hérna ef að fólk hefur ekki séð áður þessa nýju reglu í höllinni að það er ekki lengur sendandi baka. Nei. Theodor með bolta fyrir. Sjálfsmark. Nei, Sjálfsmark hjá Káramönnum var Óskar. Óskar Vasilevski setur boltan í eigin net hana eftir. Þetta var ljótt mark en mark þó. Þetta er líka. Theodor gerir vel hana. Óskar hittir hana utanfótar inn. Já, hann var bara sveiflað vinstri löpunni. Já. 1-0 Fylkir.
Já, það er nú er svolítið langt síðan að KR lentu undir. Já, þeir áttu KFS í bikarnum, þeir jöfnuðu 1-1. KR hafa bara vallast í feilspor á þessu undirbúningstímabili hingað til. Þeir hafa bara gott að þessu. Já. Fylkismenn gera vel að halda boltanum hana. Ragnar Bragi sér hlaupið. Það var að Theodor aftur. Þeir eru svolítið að fara upp á það hægra megin. Theodor búinn að vera misbrækur. Sækir að Gísla og kemst fram hjá honum. Setur út á Ragnar Bragi. Það var Emil Ásmunds. Vinnur hann bara aftur. Wow. Hættuleg sending þarna en Kristján kemur burtu. Ásgeir gerir þetta vel. Þau bara að halda boltanum. Pablo upp á Guðmund. Máni kemst inn í þetta. Fyrsta touchið svolítið búið að vera að svíkja Guðmund Tyrfingsson inn í þetta. Bolti kemur fyrir Eyþór Völur á fjær. Hann setur hann hátt yfir. KR-menn virðast eins og séu smá sofandi bara ennþá. Já. Hvað þreytaði þeim? Ferðaþreyta, þeir eru samt búin að taka 2 æfingar hérna fyrir þennan leik. Já, síðan er komið heim frá Portugal. Já. Þór Sigurjón missir hann. Þór gerir vel, ekkert á þetta. En þá er Pablo í hittir hann ekki. Kemur Sveinn Svavar og Marno aftur á Svein og þá fer Sveinn af stað. Já. Arnar Númi er nú bara mjög snöggur hérna. Sveinn. Arnar Númi á einhverja 18 leiki. Hann er Já, 19. 19 leiki. Hann er fastagestur í landsliðinu þar. Hefur spilað fyrir Breiðablik, Gróttu og Uppalinn Haukum. Já. Efnilegur. 21 árs. Kristján og Óskar inn á miðina á Benjamin Mehic og fyrir hann að stað. Gert. Setur hann á Siron Loga sem er ekki ránstæður og þá kemur Benni Mehic sjálfur bara hana og fer fram hjá Ólafi í markinu en nær ekki að halda honum inn á. Þetta var fín sókn hjá þeim. Sem að Benni á nú bara algjörlega. Já, hann bara fer sjálfur. Hafsendinn. Já, gerir vel. Næstu því seinna touchi svíkur hann aðeins. KR-menn aðeins að vakna hérna. Ólafur setur hann á Guðmund en hann gerir enda vel hana. Já. Ólafur Orri með langan yfir á Sveinn Svavar kemst inn í þetta. Tómas drömmar fram. Óskar skoppar yfir Óskar Vasilevski en hann kemst inn í þetta á endanum. Kristján og Benna. Hann fór upp í. Já, fyrri hálfleikur hálfnaður, 1-0 fyrir Fylki. Óskar Vasilevski setti boltan í eigið mark þarna á 19. mínútu. Fylkismenn eru búin að vera töluvert sterkari aðilinn í þessum fyrri hálfleik. Já. Við erum búin að halda vel í boltan og búin að skapa sér nokkrar hættulegar stöður. Það held hann bara áfram Ragnar Bragi á Orra Svein. Emil
út á Pablo aðeins fyrir aftan hann nær honum. Tómas svolítið fljótur hann var aðleitt. Sjáum að spáin á fótbolti.net fyrir Lengjudeildina er ekki komin inn held ég, en Fylki verður mjög líklega held ég spáð fyrstu 2 sætunum. Já, myndi ég halda. þeir fara allavega það væri allavega eitthvað stórfenglega mistök eða ná ekki þessu umspilsætum. Þeir fara nú í það held ég. Það hlýtur að vera með sterkir reyla bara. Hérna er einhver barningur, Gísli sendir tilbaka. Fylkismennir virðist vera eiginlega bara búin að styrkja sig fyrir eitthvað heldur en að missa eitthvað mikið frá því fyrra. Já. Fá Eyþór Völer og svo er hérna Pablo gandinn kom inn. Það ekki sé gegnum Hrafngeir Frey. Jú, ég held það. Málarar. Keilarinn sé að græða þetta. Kristján. Káramenn eru óhrættir við að spila út, ég er ánægður með það og það gengur bara fínt. Já. Mattias. Sveinn. Tómas. Já. Var heppinn hana. Boltinn endaði bara í Óskari. Kristján með hættulega sendingu hana en Við viljum fá Þór Lóðanas meiri boltan. já, þá kemur bara Benjamin Miðins aftur sjálfur hérna. Matti farin í rangstöðuna. Nei. Slögg sending. Þarf Káramenn að segja tilbaka á Tómas Týr ætla nú bara gobla Guðmundur Tyrfings af vellinum hana. Stöðaði hana boltinn á hreyfingu en Ragnar Bragi. Pablo. Ragnar Bragi spila fyrir Fylki alla sinn feril eða ekki fyrir utan Já, eitthvað eitt tímabil með Víking Reykjavík. Alvöru club legend. Já. Þeir eru nú nokkri sem hafa verið hérna lengi. Já, Ásgeir Eyþórs til dæmis, Birkir Eyþórs Herbakurinn. Orri Sveinn er nú búinn að vera hérna. Orri Sveinn, já. Það var það Pablo með hornið. Kemur boltinn fyrir. Kristján hefur nú getað greipið hennan en vill koma strax í leik. Þór maður sækir hann Pablo en hann heldur hann. Tómas setur hann brot. Já, Eyþór Völer brýtur á Tómas hérna. Lítið sérst af Eyþór í þessum fyrrháleik. Já, hann átti 1 skot þarna á marki fyrstu mínútuna, annars ekki neitt. Nei. Alltaf Káramenn bara boltanum. Kristján sér Sigurjón Loga hana, já. Sigurjón út á Þór. Þór fyrir návöllin aðeins og já, Sigurjón Logi með hann. Mári Mattias. Sigurjón. Mattias kemur utan á hann. Mattias missir hann og þetta er bara markspyrna. Við erum að sjá minna í þessum allavega svona rúman fyrsta hálftíma minna þeir sem við hefum séð í síðustu leiki með þessar löngu skiptingar á milli kantana. Já. Eins og í síðasta leik þá var bara alltaf verið að skipta og senda hann í gegn. Það hefur lítið verið að því í dag. Káramenn eru ómikið kannski finnst mér að halda í boltan, eru kannski hræddir að missa hann meira í þessum leik heldur en í öðrum og þannig að þeir eru ekki að taka eins mikið af áhættum og þeir hafa verið að gera sem er svo sem alveg skiljanlegt en það er hvað sem er ekki Kára leiðin. Nei, þeir náttúrulega hafa ekki verið eins mikið með boltan og í síðustu leikjum líka. Nei. En já, þeir hafa bara verið fínir í dag svo. Já, það byrja svona rólega. Já, við hefum eitt
Káramenn mun alltaf skora í þessu leik, það er 100%. Já. Markahæsti leikmaður Káramanna í lengi bikarnum Hector Bergman, hann er á bekknum. Já. Með 4 mörk. Þetta er alveg, hann kemur mjög líklega inn á. Já. Máni Berg kemst inn í þetta, fer fram hjá Emil hana. Gerkja Mána. Og aftur og þetta er bara brot. Já. Gerir vel. Tómas setur hann strax í gegn, en Birkir kemst inn í þetta. Þór vill fá hot, nei, innkast. Erfitt innkast hann tilbaka, en henni gerir vel. Máni, já, Marnó, ekki góð sending hann á. Það kemur bara Benjamin Mehic. Hættulegasti sóknarmaður Kára í dag. Já. Mattias. Hvað gerir hann? Sendir hann tilbaka Mána. Óskar. Sama Kristján ítir rosalega hátt upp þegar Kári er með boltan. Já, þegar Káramenn er komin í miðju þá er Kristján eiginlega bara með þeim. Já. Mattias. Ekki henda á þetta, nei, áfram með leikinn. Mattias, Sveinn með honum, hann sækir inn á vellinn. Setur hann yfir á Þór, vel gert. Þór Lorenz á Mána. Þór, ágætis færi hana, fín sókn á Kármönnum. Góð skipting hann hjá Matta. Þetta hefur nú getið verið brot hana, en Óskar. Nei. Gunnar átti dæmi brot á þetta. Sjáum þetta aftur. Stúkan brjáluð. Stúkan trillist. Íþór Völur að trilla liðin hérna. Ragnar Bragi. Sveinn kemst inn í þetta. Þetta er alvöru tækling. Þetta er alvöru tækling. Hvað gerir Gunnar Oddur hérna? Horfir á línuvörðin. Hann er að fara Rasvason. Hann er að fara Rasvason. Það er Rasvasi. Gunnar Oddur, rautt spjald á Ragnar Braga, fyrirliða Fylkismanna. Það er Rasvasi maður. Gunnar Oddur að senda Ragnar Braga, fyrirliða Fylkismanna í sturtu. Þetta er ótrúlegt. Börur, það er allt að vera vitlaus hérna. Þór Lorenz. Gísli Fannar. Gísli Fannar úr vinnuskóla La Masia. Jú. Það geti alveg farið fleiri spjöld á loftina. Gul spjöld allavega. Já, Ragnar Bragi. Rautt spjald. Þetta. Já, erum við að fara að sjá þetta aftur eða? Og það er, já, rúmur klukkutími meira eftir. Sjáum þetta hérna. Sveinn Svavar fyrir að stað. Já. Er það ekki bara? Jú, ég held að þetta er bara rautt og Sveinn Svavar liggur ennþá. Ja, Sveinn Svavar nú þekktu fyrir að liggja. Já. En þetta var alveg hörkutækling, ég ætla ekki að tegja lopan eins og maður segir. Jú. Jú, það er ekkert á hann. Eða hvað? Nei, það er ekki. Hann stendur bara lappinnar. Já, Fylkismenn. Einum manni færri. Hálftími liðan að leiknum, það verður alltaf að bæta þessu við hérna fyrir hálfleikinn. Hvað gerir Gunnar Oddur? Gult spjald á Gísla Fannar. Já. Það er eins og alveg skiljanlegt. Hann Gísli á það til að missa hausinn, sérstaklega á æfingum líka. Já. Hann væri búinn að fá mörg rauð á æfingum allavega. Það er liðsfundur hjá Káramönnum. Já.
Mér sýndist þegar hann gaf rauðarspjaldið að Gunnar hefði talað við línuvörðinn og línuvörðurinn var bara alveg sammála þessi rauðarspjaldi. Þetta, já, þú spáðir þessu fyrir leik. Já, þetta er annarkvort alltaf víti eða rautt í Kára-leikin. Í svona stórum leikjum sérstaklega. Já. Það var rauðarspjaldið komið segi ég. Já. Kári fekk allavega víti á móti Þór. Var það ekki Fylkir Jóhansson sem að... Fylkir Jóhansson tók það og klúðraði reyndar en skoraði svo þegar hann fylgdi eftir. Já, það var smá spenni í þessu. Já. Nú voru gaman að sjá hvernig leikunni þróast. Já, við sjáum þeir bara þétta miðjuna. Guðmundur og Pablo komnir svona neðar. Við sjáum að fyrirliðar eru svolítið að fá rauðspjöld þessa dagana. Það var Hólmar Örn og Aron Sig og KR. Abu og Haukur Haralds. Já, reyndar ekki fyrir liðið. Nei, það búið að vera svolítið að rauðspjöldum í íslenska boltanum þessar fyrstu umferðir. Já. Það var líka þannig fyrir að mikið á spjöldum. Menn eru bara spenntir að byrja þetta. Já. Það er bara gaman. Pablo og Káramenn. Pablo er nefnilega Íþór Völer á harða sprettarna Benjamin Nils. Lili sendingarna Marno Hilmar. Kom Guðmundur Tyrfings. Tómas Týr. Máni. Þór Lorenz. Óskar á Svein upp á Mattias. Fær hann aftur, gerir vel hana. Flottur þrýðningur. Svein. Þurfum að fá nokkra krossinni bara. Mattias. Hundur hann niður á Óskar. Kármenn halda bara boltanum. Sýrun Logi. Það er ekki að koma hann á Þór Lorenz. Það kemur Gísli á Mattias. Hvað gerir Mattias? Hann er aleinn. Enginn með honum hana. Hann heldur honum bara vel. Máni. Tómas á Sýrun Loga. Reyna að koma honum hana út. En Arnar Númi kemst inn í þetta. Óskar og Tómas. Sjáum Kármennir komnir mjög ofalega. Máni á Sýrun Loga. Reynir að finna Marno í hlaupi. Þetta er erfitt. Mjög erfitt. En Kármenn með ekki vera of óþolinmóður sko. Það fór fullt af svona sjönsum. Það er hættan á því að þegar að liðið verða einu fleiri að þeir ætli sér bara of mikið í einu. Já. Og það er oft verra að vera einum fleiri, skilur við. Já, stundum. Í svona langan tíma getur það verið erfitt. Máni út á Óskar. Ásgeir. Emil hleypi gegn hana. Theodor en Kristján gerir vel. Það gerir hann, já. Pottar hann bara á Marno og Marno pottar hann á Svein. Máni setur hann út á Gísla. Kristján Hjörvar leist þetta mjög vel hana. Já, mjög vel. Tómas sér hlaupið á Svein. Góður bolti. Sveinn Svavar fellur niður. Hvað dæmir hann? Þetta er þetta aukaspyrna eða er þetta dífa? Hann dæmir Sveinn Svavar aftur komin í jörðina eins og segir. Gult spjald fyrir dífu, sjáum þetta aftur. Fínn bolti hjá geðveikur bolti á Tómasi. Já, ég held þessu bara rétt hjá honum Gunnari Ott. Sveinn Svavar komið með gult spjald. Já. Dífa.
maður sé það ekki á hverjum degi. Díva varða. Kemur boltinn, Ólafur beint upp í, þá bara fá Káramen boltan þar sem hann í línu við það sem hann fer í hérna í loftið og staðan byrja að markmanni. Já, það er bara fínt. Það er bara mjög fínt fyrir Káramen. Máni Kristján Káramen halda boltanum bara. Tómas Óskar Fylkismenn bara henni 4-1. Já, Þór Lorenz, frábær bolti hann í gegn. Þór Lorenz með skotið, rétt svo framhjá. Hættulasta færi Káramanna í dag. Já, eins og það. Frábær bolti hann hjá, það er að Tómas aftur, já. Tekur hann niður og bara í fyrsta. Rétt framhjá. Káramenn sækir sér verið hérna 5 mínútur eftir þessu fyrirháleik. Það er vantarlega nokkra mínútur upp á tíma eftir þetta rauðaspjald. Eyþór vinnur hann þarna. Benni gerir vel. Óskar er að leita að hlaupi. Engin hlaup. Haldunum bara. Kemur Tómas. Hann sér hlaupið. Birkir nær á niður. Þetta fer Þór. Grip í andlitið á honum. Sjáum við þetta. Enn og aftur það Tómas Týr að senda hann í gegn og skapa hættulega stöður. Hann greip bara í andlitið á honum þarna. Það er svo sem ekki kannski víti. Gísli Fannar fór í staðinn upp. Sýnulega tekur hann niður. Mattías kemst ekki í gegn hana. Gísli Fannar vinnur hann aftur. Setur hann út á Þór. Þór með boltan fyrir en þar er engin. Boltin er inni. Maron og Hilmar. Mattías. Máni. Tómas út á Maron. Maron með boltan fyrir en það er engin á fjær. Þór út á Mána. Þéttu pakki hann fyrir framann mark Fylkismanna. Gísli með boltan fyrir en það er Orri Sveinn. Maron nær ekki taka niður í fyrsta hana. Gera ágætlega leysir vel úr þessu. Tómas hlaupið á Þór. Þór Lorenz kloppar hann hana en vil slaka sendingu út. Gætt hjá Mána. Þeir vinna bara aftur. Þetta er Viljón frá Káramann. Vinnan strax. Tómas út á Mattías. Mattías sækir inn að marki. Dómari fyrir. Já, slökk sending líka. Þór. Tómas fær hann yfir Óskar. Óskar út á Svein. Káramann er ekki að finna glufur í vörn gestana. Eða hvað, Kristján? Nei. Arnar Númi skallar hann út af. Máni setur hann bara beint út aftur. Það er með að sækja Ólafur þarna en Ólafur
Kemur burtu Benni skringilega skalla hana á Pablo sendir hann langa. Kristján tekur þetta. Kristján náttúrulega með þetta hana bara, já. Kemur hann strax í leik. Gísli á Þór. Þá koma hlaupin. Marno Hilmar og fleiri. Marno. Ég veit ekki hvað menn voru að bíða þarna. Marno brýtur á sér. Er ekki aðrir leikir í gangi í bikarnum? Jú. Víkingur Ólafsvík er að vinna Úlfana 5-1. Afturöldingar að vinna Hötthögin 2-0 og Keflavík er 1-0 yfir á móti Leikni Reykjavík. Svo eru fleiri leikir í kvöld allavega, Breiðablik Fjölnir og morgun allan svona yfir páskana. Svo Lengjubikarinn eftir helgi. Brot hana Eyþór Völer. Herði, Eyþór Völer var rautt spjald. Ég misti af þessu. Þetta kom bara upp úr engu. Núna eru Káramenn tveimur fleiri í seinni hálfleik. Ég misti af þessu. Ég veit ekki alveg hvað. Var að horfa á Tómas. Ég fannst líka Emil setja hnéð í andlitið á honum. Ég veit ekki alveg hvað gerðist þannig. Þannig kemur Eyþór Völer. Slær hann slær Mánaberg fyrir framan Gunnar Odd. Ekki þess niður. Gunnar Oddur í beinni útsendingu að gefa fylgismönnum annað spjald. Já, sem er bara, gerir þetta bara vel, bara rétt hjá honum. Þetta er bannað allavega. Þetta má ekki og það voru bara rautt. Núna eru fylgismenn orðinir 9 inn á. Fyrirliðin og framherinn farnir út af. Já. Káramenn eiginlega bara stærstu póstarliðsins, myndi ég segja. Algjörlega. Núna verða Káramenn að grípa tækifærið og helst að ná inn í markið. Þór Lóres með bolta fyrir en Orri Sveinn skallar í burtu. Já, þetta er áhugavert. Þá koma fylgismenn. Eða hvað? Þeir fáu sem er eftir. Pablo Guðmundur Tyrfings Emil. Já, þetta, ég bara tók ekki einu svona eftir þessu að náða. Ekki heldur. Þannig kemur fylgismenn spila ágætlega hérna á þeim höri. Þeir eru Arnar Númi sækir að Marno á hælunum. Arnar strákar. Óskar hana, það er náttúrulega eiginlega engin eftir til þess að vera inn í hana. Nei. Sveinn Svavar fer að stað. Setur hann yfir á Þór. Þór missir hann fyrir aftan sig hana. En Gísli með boltan. Hvað gerir Gísli? Hann fíblast með Theodor hana. Kemur Óskar. Sveinn. Núna eru fylgismenn kominir í 4-4. Já. Það er eiginlega ekkert annað í boði. Nei. Þór Lóres með boltan fyrir. Það er enginn hana. Mattias fær hann samt á fjær út á. Nei, hvað eru menn? Allan pakkan. Enginn mættur á punktinn. Guðmundur Tyrfings setur hann beint í Þór Lóres. Þá flautar Gunnar Oddur til hálfleiks hér í Akraneshöllinni í 32 liða úrslitum karla í Mjólkurbikarnum. Sjáum markið hérna sem að, já, sjálfsmark. Theodor gerir vel og Óskar sneiðar hann hana í sitt eigin mark. Já. Svo voru 2 rauð spjöld. Það var fyrst Ragnar Bragi segir bara beint rautt fyrir þessa tæklingu á Sveinn Svavari. Svo er þetta hérna Eyþór Völer slær Mánaberg í hausinn. Þetta er ekki beint fyrir framan dómarann og við ætlum að taka stutta pásu og koma aftur hérna með þennan seinni hálfleik.
Já, verið velkomin aftur í Akraneshöllina á leik Kára og Fylkis í 32 leða úrslitum í Mjólkurbikar karla. Staðan er 1-0 fyrir Fylki. Óskar Vaslevski skoraði sjálfsmark á 19. mínútu, við sjáum það hér. Theodor gerir vel hann fyrir fram hjá Gísla og Óskar hittir hann utanfótar í sitt eigið mark. En Káramenn eru 2 mönnum fleiri í þessum seinni hálfleik. Við sjáum hérna rauðspjöldin. Fyrsta var Ragnar Bragi sem fekk að líta beint rautt spjald. Þetta er þetta brot á Svein Svavari. Svo var það Eyþór Völer sem fór út af rétt fyrir lok fyrir áleiks fyrir að virðist vera að slá Mánaberg. Já, það heyrðist upp í stúku, heyrði maður í hálfleiknum að þetta var alvöru högg. Þannig að Káramenn eru 11 og Fylkismenn eru 9 í seinni hálfleik. Þannig að við erum að fara í vonandi skemmtilegan seinni hálfleik. Það sem að allt getur gerst. Yngar voru, það virðist vera sýnst vera ein breyting af Fylki. Arnór vinstri bakvörður er að koma inn á hjá Fylki. Það er Arnór Breki Ástórsson nr. 3 að koma inn á fyrir. Hann er að koma inn á fyrir Guðmund Tyrfingsson er í hægri bakvörði núna. Þá hlýtur að vera Ásgeir Eyþórsson, er hann? Hann hlýtur að vera inn á. Hann er inn á Theodor Ingi, sýnist mér. Já, leikmaður nr. 14, Theodor Ingi. Mér sýnist þeir vera konur í 5 manna. Þetta er þá 5, 2, 1. Já. Eitthvað svo leiðis. Guðmundur er komin í hægri wingbackinn. Já. Og Káramenn byrjaði með boltan hérna í seinni hálfleik. Og þetta verður áhugavert. Enga breytingar á liði Káramanna. Gísli. Setja hann yfir á Mattias. Mattias fer af stað. Setja hann fyrir Ásgeir. Emil brotið á honum. Já, það verður áhugavert að sjá hvernig rauninni bæði lið ætla að bregðast við þessu. Fylkir er yfir og geta reynt að halda þessu út. Það getur verið samt engan tíma í fótboltaleik. Oftast ef það kemur fleiri en 1 rautt þá er það bara svona alveg í lokin eða það er ekki alveg í 60 mínútur. Komið Káramenn, Máni, þetta er hotspit, nei, Ásgeir nær að setja hann í innkast. Káramenn gætu verið að ætla að flýta sér of mikið. Gísli Vannar út á Mattias. Káramenn að reyna að finna opnu. Kemur Mattias og Mána fær hann aftur. Spila hann gegn. Máni skoti. Marno Hilmar. Ásgeir kemst fyrir þetta. Koma bara Káramenn enn aftur. Það verður líklegast svona í seinni hálfleik. Mattias setur hann út á Tómas. Það er bara að vera þolinmóður. Já. Mattias Sýran Logi nær ekki að taka með sér hana. Þá sparkaði fram og það er að sjálfsögðu enginn. Það var langar 45 fyrir Fylkismenn. Skipting hjá Óskari yfir á Marno Hilmar. Hann er ekki að taka með sér, vill fá bakhrindingu en hann var ekkert á þetta. Guðmundur Tyrfingsson, Þór Lorentz sækir að honum. Marno nær ekki að halda honum inn á.
Garðbæingarnir eru ekki að flýta sér. Nei. Kemur innkastið, langt innkast, Þór gerir vel. Tómas lætur hann heyra. Komið smá hiti í stúkuna. Það er Orri. Sem hann háa hann upp á Pablo en Gísli kemst fyrir þetta. Emil nær setið boltanum. Emil Ásmundsson með skotið. Sem að Fylkismenn er með fyrsta skot seinni hálfleiksins. Já. Svo kemur Óskar aleinn á Svein. Sveinn Svavar. Benjamin út á Gísla. Gísli setur hann yfir á Marno Hilmar, hann er ekki í skoti en heldur honum út á Þór, boltinn farinn, erfitt. Marri er búinn að vera með nokkra fylgsetningar í dag. Orri Sveinn, þetta fyrir upp í Kármenn, fá boltan bara hana. Þór setur hann bara niður á Óskar. Kemur Mattias út á Svein. Máni og Tómas. Þór með Bolti. hægri inn í teginn, það er engin. Óskar, slöggsending á Svein, það er ekkert á þetta. Nei, það er ekkert á þetta. Arnar datt bara þarna boltan. Máni, Marno Hilmar. Þór fer fram hjá Guðmundi Tyrfing sem var að reyna að taka niður hana, bolti fyrir. Gert hjá Þór. Ólafur grípur hann hana. Sjáum aftur. Þór Lóra sem með svona 4 kloppa í leik. Já, Hann er búinn með 2, hann á 2 eftir. Óskar skallar hann. Gíslin er ekki að taka niður í fyrsta. Hættuleg sending hana. Gerir vel. Gummi Tyrfing spilaði eitthvað held ég wingback Já, fyrir Ía Já. undir Jóakalla. Hann kann þessa stöðu ágætlega. Tómas og Marno fara hann aftur. Sveinn er lausan úti. Máni ætlar hann að fara í. Nei, ekkert á þetta. Mattias reynir að koma sér í skotfæri út á Þór. Þór Lorenz bolta fyrir í varnarmann. Endar hjá Pablo. Hvað gerir Pablo? Setur hann á Arnar. Hvað var að vera að pressa núna? Við erum að stíga upp. Ásgeir á Birki. Fylkismenn gera nú ágætlega að halda boltan. Máni reynir að vinna hann á Pablo. Ásgeir setur hann bara upp. Þetta er erfitt. Þetta er mjög erfitt fyrir Fylki. Þeir verða bara að gera þetta. Það er mjög erfitt að halda í boltan allavega. Tómas, Marno. Mattias. Benni. Slöggsending, henni brot. Ólafur sparka langt, ekki að flýta sér.
Óskar nær honum. Það var að Sveinn Svavar. Hættuleg skiptingarni yfir. En gerir vel. Gísli Fannar frábær setning. Þór Lorenz. Farðu drengur. Stoppar hana. Út á Mána. Hann út á Þú bara ekki átt að skjóta. Mattias er hann að koma sér í skotfæri. Skítur. Tómas Týr. Hrikalegt skot hana. Hátt. Bara langt og hátt framjá og yfir hana. Það var allt í einu. Sem þetta hallar sér við boltandrengur. Þetta var betra á Gáramanum. Já, hann að koma sér í skotfæri. Það er búið að vera erfitt að komast í færin. Já. Fylkismenn eru þéttir. Benni vinnur hann af. Og þá var Mattias. Upp á Sigurjón, fær hann aftur. Sigurjón Logi gerir vel en já, boltinn endur á Benna. Út á Þór. Það voru Þór Lorenz. Setur boltan inn í Ásgeir hérna. Herðu. Brot á Mána. Þetta er áhugavert, hann hoppar á Mána. Já, fýtt bolti hérna hjá Þór Lorenz. Máni. Ekki krossa svona, sagði Alli við Þór. Já. Held ég hann hafa sagt. Já, hann sagði það. Þetta er erfitt, þeir eru sterkir í loftinu hana, Hafsendarnir. Allir Hafsendarnir. Já. Benni vinnur hérna 2 í loftinu, gerir vel. Fylkismenn bara taka sinn tíma. Emil Ásmund á engan. Kárumenn að flýta sér. Kemur Óskar. Máni. Svo hlaupið en Mattias í gegn á Svein. Sigurjón Logi, við séum lítið á honum í dag. Já. Meira. Þá kemur Pavló. Hann bara hleypur. Það hefur ekkert annað að gera. Guðmundur Tyrfings. Sendur bara niður á Pavló. Fylkismenn halda honum. Gáramann verður að stíga ofar. Ásgeir. Arnar. Birkir reynir að skipta yfir hérna á Guðmund en Emil Ásmund kemur í pressuna. Það er erfitt að vera eitt svona að hlaupa. Já, það er bara ekki hægt. Óskar. Þeir eru þó að reyna að halda í hana þess Fylkismenn. Máni kemst í gegnum. Fer í skrítið skot. Tómas Týr. Hann ætlar bara í skotið. Nei. Það er allt blokkað. Kloppið á hann. Hann brýtur á sér hana, já. Þetta getur verið Káramann spjald. mega ekki vera að brjóta svona mikið. Tómas Týr er líklegast að fá spjaldina. Hann að brjóta af sér nokkuð sinnum. Bendir út allt. Já, þetta var bara rétt hjá hann. Hann man þetta alveg. Þá liggja þeir bara ekkert að flýta sér. Nei. Ásgeir tekur þetta. Setur hann langan upp á Guðmund. Hann finnur hann í bakið hann, það skiptir ekki máli. Þetta er bara Káramann með innkast. Gísli á Máni tekur hann niður. Yfir á Óskar. Óskar með mikið svæði. Þá kemur Mattias. Sigurjón fær hann af. Nei, þetta er lélegt.
brýtur á sér hana. Þetta er ekki nógu gott. Þetta er bara mjög slakt hjá Káramönnum hérna í seinni hálfleik. Við vorum bara að segja sem það er. Já. Þeir eru líður einhvern veginn ekki vel með allt þetta pláss og allan tíma. Þeir eru ekki að finna hlaup eða færi. Já, þetta er þurfum að fá alltaf aðeins meira frá Káramönnum. Ólafur baka langt. Benni sendur bara tilbaka. Óskar Tómas og Gísla. Það er engin hlaup. Það er allt flatt. Óskar. Það er ekki heldur mikið svæði til að hlaupa í allavega á baku. Þeir eru alveg... Nei, þeir eru allir fyrir 18 boltan. Staðarlega þegar eitthvað gerist á Káramönnum þá var það kringum Þór Lórens. Ég var til að fá hann yfir á hægri kantinn. Já. Sveinn og Mattias. Máni og Óskar. Já. Kemur Þór. Þór á Marnó. Óskar finnur Benna. Þetta er betra. Sveinn. Sveinn gerir vel. Erfitt. Þetta er rosalega erfitt hjá Káramönnum. Hann kemur bara langur vandalega. Þessi fer ekki upp í. Gísli vinnur hann ekki en boltinn endur á Pablo. Gummi Tyrfings er segur í sköllum. Já, Pablo fer framhjá Benna hana en Orri og Birki og Arnór og Arnar. Hann fer framhjá Sveini hana, gerir vel. Mjög segur. Setur boltan. Nei, hann kemst fyrir þetta. Halda boltanum. Bolti fyrir. Emil vinnur skallaboltan. Sætt. Kristján þarf að gera mjög vel hana. Góð varsla. Pablo með boltan hana hættum við stað. Boltin fyrir aftur. Tómas burtu en beint út á Birki. Birki skýtur hann yfir. Káramenn í nauðvörð. Já. Það var vel gert af Fylkismenn. Gera þetta vel. Flott sending. Góð skalli hjá Emil Ásmunds. Það koma bara Káramenn aftur. Svolítið hægt hjá Káramenn núna. Það er Hector Bergmann er að gera sig líklega að koma inn á. Já. Það er alveg center líka. Já. Það er eiginlega... Það er engin svona center inn á hjá Káramönnum, svona alvöru center. Það er fínt að fá Hector inn í bóksið. Það kemur Mattias. Bolti fyrir Ásgeir. Hot. Hot. Þór Lórens tekur þetta. Kemur bolti fyrir Þór. Beint á Emil sem skallar í burtu. Sveinn Svavar. Setur hann niður á Mána. Og Mattias. Sveinn. Kemur Tómas. Allt lokað. Þór setur hann út á Benna. Það er engin hlaup, það er ekkert. Menn standa bara á boltanum. Mattias út á Mána. Máni potar hann á Sigurjón. Sigurjón potar hann Ólafur vera hann að það er svona mjakast einhvern veginn áfram hjá þeim. Vel gert hjá Benna. Benni er búinn að vera geggjaður í þessu leik. Þá koma Káramenn aftur. Þór
Skiptur henni, frábær skipting, nær honum. Náðu þessu Matti. Mattías nær honum, eða hvað? Jú, nei, hann missar hann út af. Markspyrna. Kemur skiptingin. Tómas Týr fer út af, hann er á gulu spjaldi. Marnó fær þá vantilega á miðjuna. Og Hector verður fremstur. Fyrsta skipting á Káramunum. Vonandi breytist eitthvað með þessari skiptingu. Rúmur hálftími eftir þessu leik. Það er nóg eftir. Kári 0, Fylkir 1. Fylkir 2 mönnum færri hérna. Búin að vera allan seinni hálfleikinn. Ja, og loksins komin inn á. Kemur markspyrnan. Ólafur sparkar. Fór ekki upp í Benni. Sigurjón Logi misreiknar hann eitthvað en fær hann aftur. Hector Bergman komið strax í gegn. Hector Bergman. Skora! Hector Bergman Garðarsson er að jafna fyrir Káramenn. Ekki leikja að þessu drengurinn. Jafna leikið strax. Þetta er alveg skipting. Það sem maður að bíða eftir. Frábær sókn á Káramönnum hana. Sigurjón Logi misreiknar hann, fær hann aftur. Frábær sending hann í gegn. Hector Bergman bara klárar þetta. Frábærlega. Kári 1, Fylkir 1. Jæja, nú þurfa Fylkismenn að fara að sækja og þeir eru bara slegnir út af laginu hérna. Orri Sveinn, hann er bara skýtur bara í sjálfa sig, syns mér, nei. Innkast, aftar. Nú kominn líf í Káramenn. Kemur pressan. Emil Ásmunds gerir enda vel hana. Guðmundur Tyrfings reynir að fara fram hjá Mána. Þeir vinna hann samt. Nei. Þór Lorenz ítir við Guðmundur Tyrfings að reyna að fiska eitthvað hérna. Engin ást á milli þeirra. Kemur Arnar. Þau fram hjá. Haltu bara. Skýtur hann bara út af. Hvað? Þú getur ekki verið. Gult spjald á Þór Lorenz fyrir að hrinda Guðmundur Tyrfings hana. Já. Menn þurfa að halda haus. Já. 1-1. Hector Bergman skoraði lag 1 mark hérna fyrir 2 mínútur síðan. Nóg eftir þessum leik. Káramenn 2 fleiri. Marnó sér hlaupið en Guðmundur sér það líka. Kemur Marnó Hilmar búinn að fara þessi aftar. Benjamin fær hann yfir á Mattías. Og kemur Mattías. Út á Svein. Kemur boltið fyrir í Arnar. Arnór skallar hann burtu. Pablo nær að halda honum niðri. Nei. Bara innkast, ekkert á þetta. Hann bara fellur hana sjálfan sig. Áfram með þetta. Máni. Marnó. Gísli Fannar. Þór á Sigurjón Loga. Þungsending en hann nær honum. Hann er ítt út af bara hana. Þetta er bara innkast. Emil nær að setja hann á Pablo. Benjamin Mihits er snöggur. Hann gerir vel.
Benni gerir mjög vel. Benni búinn að vera frábær í þessu leik. Benni Mihic er búinn að vera frábær síðastliðið 18 mánuði. Já, það er bara, hann er svo mikilvægur, hann er bara á til að meiðast. Káraliðið er bara eiginlega allt annað þegar hann er með, sko. Já. Gríðarlega mikilvægur í þessu róli sem hann spilar. Stígur upp á miðuna og stjórnar spilinu. Emil vippar hann upp á Guðmundur nær ekki að halda hann inn á. Það kom bara Kára með strax. Máni og Mattias. Máni Berg. Kemur Marn og Hilmar. Og Þór fara hann aftur. Það var með bara að reyna að finna einhverja opnur. Mattias á Svein. Kemur Sveinn Svavar. Ólafur. Ólafur sparkar hann fram. Það er bara Óskar sem að setja hann niður á Sveinn Svavar, en þar er engin í hlaupinu hana. Pablo hættir hendi, nei. Fylkismenn halda boltanum. Þeir halda þó ágætlega í hann, þáttur á tímafari. Þetta setur pressuna á, Ásgeir gerir vel. Fylkismenn að undirbúa skiptingu. Fylkismenn að undirbúa tvöfaldaskiptingu. Það er Arnar, Númi og Pablo eða hvað, nei Pablo er verið út af og er það Emil Ásmundsson. Já. Káramenn eru ekkert að fara að skipta á næstunni, sýnist mér. Ekki eins og er. Það eru leikmaður númer 22 Þórður Ingi Ingimundarsson og leikmaður númer 80 Halldór Jón Sigurður Þórðarsson. Já, Þórður Ingi, ég held að það sé vestramaður. Já. Ég er kannski rögla. Nei, ég er rögla. Penningast. Já, ég er að rugla, þetta er upp á hann Fylkismaður, afsakið. Benni setur hann fram, Birkir kemst inn í þetta. Máni sparkar hann langt, Sigurður Logi eltir. Orri Sveinn gerir vel, skallar hann bara tilbaka. Ásgeir. Þórður. Með langa bolta, ber upp í Pyrrandi. Koma Káramenn, Marn og Hilmar. Þór skiptir yfir á Mána. Mattias. Fylkismenn eru þéttir fyrir. Já. Þór. Mattias. Óskar inn á Sigurjón Loga. Sigurjón. Hektor. Kemst ekki gegn hana. Svolítið hnoð. Kemur Mattias. Benni líklegur í skot. Nei, sér hlaupið. Þór Lorenz er rángstæður. Þór Lorenz er rángstæður. Gekkið sending að Benna þarna. Frábær sending hjá Benni Mihic. Flott hlaup hjá Þór. Það er mjög erfitt að sjá þetta.
Líklega, já, þetta er örugglega bara alveg rétt. Kemur markspyrnan, Ólafur þessi verið upp í. Nei. Marno skallar hann einhvern veginn fyrir aftan sig. Birkir vinnur hana, Halldór bara, Karmel vinna bara hana, Marno á Hektor tilbaka á Mána. Máni út á Mattías, Sveinn með honum hana. Gerir Mattías á Hektor, hann út á Svein, erfissendingin hann heldur hann minna á. Sérlogi, þetta er þröngt, þetta er erfitt. Karmel er að reyna einhvern veginn að tróða sér í gegnum línuna, það er bara, það er erfitt. Þetta er svo þröngt. Káramann skorur úr svona skyndisókn. Já. Sirka á hann. Langur bolt fram. Benni óskar tekur setjumboltan. Marno niður á og Máni sendur bara í gegn á Sýrunlogi nær hann þessu, Orri Sveinn. Sýrunlogi nær hann á, gerir vel en Orri Sveinn mjög vel gert hjá hann mann að teygja sig í hann og fyrir Orri Sveinn á stað. Guðmundur og Þórð. Orri Skilsmenn halda honum þegar rúmlega korter er eftir þessum leik. Arnar og Skilsmenn Þórður á Arnór, boltan fyrir. Benni gerir vel. Þór segi ég, setur hann upp á Hektor, vinnur hann hana. Gerir vel. Gerir vel. Allt í hann. Hektor fyrir að stað. Orri sterkari. Vel gert hjá Orra. Kastið Halldór Guðmundur setur hann á þá kemur Máni og Sigurjón og beða hann að hægra meginn fyrir Mattías. Hvað gerir Mattías? Fyrir utan að fær hornspyrnuna. Já, rúmlega korter eftir þessum leik. Ef að staðan er svona eftir 90 mínútur þá er framlengt og svo vítaspyrnukefni. Kemur hornspyrnan. Þór bolti fyrir. Boltin endar einhvern veginn hjá Ólafi. Ólafur út á Guðmund. Setur hann reyna að setja hann yfir hana en Sveinn gerir vel. Þá kemur Mattías. Sveinn Svavar með honum í utan á hlaupinu hana en hann setur hann á Hektor. Hektor með touch en gerir vel. Mattías inn á Hektor. Þetta er erfitt. Rosalega þröngt. Hvað er þetta? Þetta er markspyrna. Já. Þetta verður að vera aðeins byrja tónum. Já. Við fengum skilaboð að það er fólk allan heima að horfa. Já. Arnór Sig var að senda kveðju á Káramann. Allaveg frá Malmö í Svíþjóð. Já. Þökkum honum fyrir stuðningskveður. Stuðningskveður. Já. Það er skipting hjá Fylki. Það er Birkir að fara út af. Birkir Eyþórs.
og inn á kemur leikmaður númer ég held 25. Ég sé það ekki ennþá. Sjáum það ekki, nei, eða þetta er allavega ekki 10, Benedikt Darius, hann er aðeins minni. Þessi númer 13. Guðmar Gauti Sævarsson. Já. Mattías ekki haldan hann gerir vel, fær innkastið hana. Fylkismenn eiga þá 1 slott eftir af skiptingum eða ekki? Gerði í hálfleik eða hvað, ég er ekki alveg manna ekki alveg. Þeir eru búið með 3. Já, en hálfleikurinn er ekki tekinn með. Ok. Þannig þeir eru 1 eftir. Káramenn eiga 2 eftir. 2 svona stopp í rauninni. Já, 2 stopp. Sjáum að það er einhver að gera sig. Já, tvöföld skipting virðist vera, mér sýnist að vera Börkur og Mikael eða hvað? Nei, ekki Mikael. Káramenn eitthvað Börkur, Kolli og Mikael er ennþá að hita upp. Þetta er Kristján og Marteinn Tjörnarsson. Marteinn. Já, það verður fínt að fá Marteinn inn í þetta. Hann er með gæði og fleira sem hann geta brotið þessa vörn upp. Marnó skrítin sending hana, en Káramenn halda hann bara boltanum. Óskar og Marnó. Þór. Náttur. Þetta var bara hræðileg sending hana. Tegja síðan. Þetta er skrítið sending. Tilbaka. Ásgeir. Ná að bjarga þessu. Marnó að töða. Ekkert nýtt. Gísli fann hann núna. Þetta er rosalega hægt allt saman. Engin hlaup. Það er svo. Já, þetta er eitthvað hægt innan. Óskar. Kemur Sveinn. Óskar setur hann. Góð setting. Nei, hann setur hann inn á Sigurjón fær hann í sig. Fær hann í hnið hana. Óskar fer upp í Halldór Jón hana. Halldór Jón. Hann meiddi sig aðeins. Já. Öxlinni. Óskar finnur ekki fyrir þessu. Og Halldór Jón er að biðja skiptingu sem mér. Já. Þór setur hann inn í. Og svo. Halldór Jón er bara. Er hann farin úr liðið eða? Ég held það. Það geta vel verið. Voru þeir búnir með. Nei, það er 1 eftir. Hann var að koma inn á. Æjæjæj. Benedikt Darius leifur á bekknum. Þetta er ekki gott. Hann bara. Æjæjæj, þetta er ekki gott. Verið að hafa farið úr æslalið. Maður með öll nöfnin. Já. Sigur á Logi komið krampa. Já. Hleypur þetta af sér. Káramenn voru nú með boltan hana. Þannig að Óskar fyrir hérna fyrst afsökunar. Já. Fallegt. Góð manneskja fyrst og fremst. Já, smá stopp hérna. Kemur líklega skipting. Káramenn kannski. Nei. Eru Káramenn að gera breytingu eða? Nei, ekki ennþá. Eru að bíða með það? Sjá markið hérna sem að Hektor skoraði. Frábært hlaup hjá honum. Þetta er ógeðslega vel gert hjá honum. Þetta bara svo vel. Klárar á nær. Já.
það var Herðu, hvað? Var í dómarinn hana eða eitthvað Já, það var Halldór Jón Sigurður Þórðarsson var farin af velli var inn á einhverja 5 mínútur eða eitthvað svoleiðis Fylkismenn eða þá 1 mann eftir á bekknum og varamarkmann. en Búnir með skiptingar slottin en þeir fá held ég eina auka í framlengingunni. já, það er í framlengingunni, já Er það ekki? Þór, Þeir megi ekki skipta fyrir þá. Ef það verður framlenging þar að segja. já, Benni með skotið. fer í varnamann komið til rings, burtu ekki Benedikt Darri sem kom inn á Jú. Sveinn þetta var nú Áhugavert. þessi fyrir bara í Innkastið. kast Það er hinn fínt. megin Lítið eftir að þessum 90 mínútum það er eitthvað, það var smá stopp hérna aðan það eru einhverjar 3-4 mínútur í uppbót allavega Marnó maður Máni gerir vel hana þetta er erfitt Benedikt Óskar Alli kallar eftir meiri hreyfingu frá varmannum. já, skil það vel Máni Marnó 5 mínútur eftir að venjulega leiktíma kemur Mattias reynir að tróða honum hann inn en já, Máni með hann setur hann Máni. út á Benna og það kemur Þór Ég væri til að sjá Þór Lóres á hægri kantinum síðustu 5. Það væri já, kötturinn á vinstri Mattias Matti búinn að vera flottur líka þannig fyrst mér í seinni. Það er að biðja mann hlaupið þetta er erfitt Gísli svo Marnó reynir að taka með sér fær hann Máni 8 skotinu fer með vinstri beint í Sýranlaga þetta var vont koma Fylkismenn erfið sending Kristján bara gerir vel Sýranlagi staðinn upp ná andarmanna Þetta er ekki gott. Óskar lappa bara með hann og kemur Mattias og Mána Benni út af Þór Farðu á hann núna. aðleinn hann að reyna að koma hann fyrir nærði ekki Gísli með hann Benjamin Benni Mehic Ó. erfitt þetta er of erfitt Já, það reyna eitthvað í þessu. er Gunnar Róttur er byrjað að telja já, hann setur hann niður Hvað er það? 8 sekundur? 8 sekundur hann setur hotspinna Já. Ásgeir setur hann langan bara beint á Kristján þetta verðist vera stefna í framlíkingu Sýnist það. Sjáum að Martin og Kristján eru tilbúinir hérna. Ég veit Já. ekki alveg hverju þeir eru að bíða eftir Kóramenn. Kára að þjálfara. bíða eftir að nýta þessi stopp almennilega fyrst þetta virðist vera stefna í framlíkingu Já. Máni Gísli út á Þór Marnó Gísli yfir Óskar Hector
Mattías Sveinn út á Mattías, hvað gerir Mattías? Sækir það endar á Mána Sigurjón Logi út á Þór Þór feikar hann, fer í skotið Þór Þórðarson! Þór verður sigurinn Þór Lorenz enn og aftur Litla skotið Káramenn á leiðin áfram í 16. úrslit í Mjólkurbikar karla Þetta mark kemur á 89. mínútu Sæll fór í varnarmannana en endar í netinu Þetta var geggjað Þó gerir vel hann að tekur á fram með Guðma Tyrfings og í Ásgeir Eyþórsson Kári 2 Fylkir 1 og þá kemur skiptingin þreföld skipting Lorenzen hver annar maður það er Sveinn Svavar Eru fleiri skiptingar eða? Sveinn Svavar, Mattías og Sigurjón Logi 3 fara velli og inn á koma Kristján Börkur og Marteinn 4 eru Sigurjón Logi bara farin út Já, sýnist að vera bara 3 Sigurjón Logi hann að dreipast í punktum hann fekk hann ennþá illt hann sýnist þér Já að reyna að komast út hann Kári 2 Fylkir 1 Senur rosalegt þetta hófst en leikur ekki búinn það er eitthvað eftir honum já, Hector fyrir bara í pressuna gerir vel Hvað er bætt mörgu við? Sáum maður það eitthvað? nei, það er bara gísk það eru nokkrar það koma fylkismenn allir fram Benni búinn að vera geggjað Marnó með skrið hvað gerist þarna? Nei, strákar Þetta verður svo ógeðslega ljótt Hvað er að gerast? Okkar. Gísli Fannar gerir vel þetta er hotspinna lítið eftir markmaðurinn kominn inn í hann Ólafur þetta þurfa að vera með fókus núna kemur hotspinnan boltinn fyrir skalla í burtu Nei Markspinnan tekur þetta er hotspinna, önnur hotspinna lítið eftir kemur hotnið boltinn fyrir Kristján grípur hann þetta maðurinn gríðarlega mikilvægt Svo byggarúði enginn í markinu Þór Lorenz fær boltan enginn í markinu Góttu setur ykkur setur hann yfir á Marteinn kemur Marteinn Theódórsson hann er ekki að taka með sér hann fer fram í honum hana setur hann fyrir þar er Ásgeir Koma Börkur setur pressuna á Ásgeir Eyþórsson Þór Lorenz á guli spjaldi hann er að passa sig langur bolt fram Óskar Vasilevski Marteinn heldur honum vel hana Höldu bara í hann, verðum slagir Kristján niður á Kristján Benni Kristján bara næra þræðan hann í gegn upp í þetta Börkur Arnór á Ólaf Tími Óskar gerir næra Máni Óskar upp á Máni á Börk Aukaspinna Það er bara aukari Máni búinn að vera mjög flottur í dag líka já lítið eftir þessa leikinn við ætla að leyfa þeir að velja mann leiksins mér finnst
Benni held ég búinn að vera bestur að Kára. Benni með hits, Alexis í dag, það Gefa er fullilega verðskuldað. Kára minn halda boltanum bara. Óskar setja hann upp á Marteinin. Ólafur með langa fram á Gumma Tyrfings. Gummi slær hann hana. Ekkert á þetta. Olboran í andlitið. Marno Hilmar missir hann. Haus. Þetta er Haus meiðsli. Benni með hits. Næra koma í veg fyrir þetta. Óli brjálaður. Önnur hotspyrna þegar tíminn er að renna út. Ólafur kominn aftur inn í. Nú kemur hotspyrnan. Boltinn fyrir. Boltinn dettur hana. Setja hann út á Arnar. Börkur setur pressuna. Kemur boltinn. Marno Hilmar skallar í burtu. Það er enginn í Börkur. Hnýjar hann einhvern veginn. Hector. Come on Hector. Arnór er mjög einfættur leikmaður. Já, Þór. Fær hann í baki hérna, Guðmundur Tyrfings. Sparkar í hann. Guðmundur Tyrfings. Var hann ekki komið gult eða? Nei. Eða hvað, jú. Guðmundur Tyrfings. Þriðja rauða spjaldið í dag. Guðmundur Tyrfings farin út af. Káramenn að tryggja sér sæti í 16. úrslitum í Mjólkurbikar karla. 3 rauð spjöld í dag. Þetta er alvöru Káraleikur í höllinni. Já, þetta er ótrúlega hvernig þeir alltaf í bikarnum. Bara þegar stórliðin mæta hérna. Þeir Káramenn gefa þeim alltaf leik. Þetta er bara, þetta er ótrúlegt. Stúkan. Hitti í stúkunni. Veifaði honum í stúkunni. 3 fleiri. Gísli setjum bara Nei, Gísli bara allt og hátt. Þetta var ekki gott hjá Gísla. Hector setur bara pressu á Ólaf. Gerir vel. Káramenn er að slaka þess á. Marteinn og Kristján. Þór einn hann það hinum megin. Kristján fyrir bara stað. Missir hann, nei, jú, dettur. Markspyrna. Spurning hvað er mikið eftir að koma 6. Og hvað? Ólafur. Fengum ekki að vita hvað bæti við. Orri Sveit fyrir upp í þetta. Benni nær. Marteinn gerir vel. Þórður kemst inn í þetta. Hector setur pressun á Ólaf. Ólafur setur hann. Orri Sveit. Marteinn fyrir upp í þetta. Koma fylkismenn. Hrikaleg sending hérna. Við erum á 97. mínútuna. Þór. Börkur er aðleitt. Setur hann langan. Arnar Númi. Rennur bara. Heldur hann bara. Verður bara slag. Kristján. Máni. Maður í bak. Þór er aðleitt yfir. Leik lokið. Kári er að fara áfram í 16. úrslit í Mjólkurbikar karla. Kári 2. Fylkir 1. Þvílíkur leikur. Alvöru senur maður. Það er hlupinn á völlinn. Þetta var ótrúlega leikur. Fylkismenn komast yfir snemma leiks. Sjáum við hér sjálfsmark frá Óskar Vasilevski. Sneiðan hann í sitt eigið mark en það var ekki búið. Þá komu bara spjöldin. Já. Ragnar Bragi, rautt spjald. Eftir 30 mínútur eða svo var það Eyþór Völer á 45. þegar hann slær Mána Berg hérna. Þá voru Káramenn 2 fleiri í seinni hálfleik og þeir nýttu sér það. Það var Hector Bergmann sem skoraði
í sinni annari snertingu þann nýkomin inn á Já. og svo var það Þór Lorentz Þórðarsson sem að tryggði KR-mörum þennan farmiða í 6. úrslitin eftir þetta frábæra skot en það var ekki alveg búið það var 1 rautt spjald eftir sem að við náðum ekki að en við segjum þetta gott hérna úr Akraneshöllinni ÍA-TV verður með einhverja leiki fljótlega vonandi við segjum bara takk fyrir okkur í dag